Magnús Norðdahl heiti ég og ætla að segja ykkur frá eða við ákváðum fyrir nokkur síðan að vera með umfjöllun hérna hjá okkur deiluna sem að Flugfreyjufélag Íslands átti í við Primera. Ekki vegna þess að það væri eitthvað svona ástæða til þess að fjalla sérstaklega einstakar verkfallsaðgerðir, heldur vegna þess að þarna átti í hlut erlent fyrirtæki sem var búið að staðsetja sig á Íslandi og neitaði að gera við okkur kjarasamninga. Eins og þið kannski viti að þá engin svona almennur kjarasamningur í fluginu, heldur þetta fyrirtækjasamningar. Og það samningur semst við WOW Air og það samningur við Flugleiðir, en síðan kom þetta fyrirtæki hingað til Íslands, Primera, og fór að fljúga Íslendingum frá Keflavík til Sólarlanda og tilbaka aftur. Staðsettu eina flugvél í Keflavík og slattaða mannskap, næstu í tvöfalda áhöfn á flugvélina til að skipta inn á hana og staðsettu það í 1,5 til 2 mánuði og jafnvel upp í 3 mánuði á Íslandi í hverju sinni. Og við vildum meina það, og Flugfreyjufélagið, að þarna væri orðið fyrirtæki, jafnvel þó það væri erlent, að þá væri það búið að staðsetja sig á Íslandi og væri með starfsemi hér á Íslandi sem myndi falla undir íslensk lög og íslenska kjarasamninga. Alveg eins og Flugleiðir eða WOW Air sem að fljúga prímært fólki frá Íslandi og tilbaka aftur. Og auðvitað þetta svolítið sérstakt vegna þess að hér kemur fjöldinn allur af flugfélögum, það eru Ryanair og EasyJet og hvað þetta nú allt saman heitir sem flýgur til Íslands. En þá munurinn á þeim og þessum flugfélögum sá að þau eru að fljúga farþegum frá Bretlandi eða Þýskalandi til Íslands og aftur tilbaka. Þannig að þeirra heimahöfn ekki á Íslandi. En þegar þú ert að fljúga fólki frá Íslandi og tilbaka aftur, þá heimahöfnin hér á Íslandi. Og við ákváðum að láta reyna á þetta. Vegna þess að eins og þið vitið að þá það þannig að ef að fyrirtæki ekki með kjarasamning eða ekki aðili eða samtökum atvinnulífsins eða eitthvað, að þá hægt að gera kröfu það að þeir geri kjarasamning við viðkomandi stéttarfélag. Og við gerðum það. Þeir neituðu og sögðu, við erum lettneskt flugfélag, við erum skrásett með allar okkar flugvélar í Lettlandi. Ekki nóg með það við séum erlent flugfélag sem bara að koma eins og EasyJet til Íslands af og til. Heldur það líka þannig að við erum með áhafnir hjá okkur sem eru bara verktakar og þær koma okkur ekkert við. Þessar áhafnir eru bara leigðar í gegnum áhafnarleigur á Guernsey eða hvar það nú var, einhvers staðar utan á evrópska efnahagssvæðinu og þetta eru bara verktakar. Þannig einstakar flugfreyjur, flugmenn og allt í kringum áhafnirnar, þetta eru bara verktakarstöður. Við gerðum nú talsverða rannsókn á því með Flugfreyjufélaginu hvort að þetta gæti staðist, að þetta væri rétt að þetta fólk væru verktakar og svo sannarlega kom í ljós að það voru útbúnir samningar fyrir þetta fólk sem litu út þannig eins og þetta væru verktakar. En við hlustuðum ekki á það vegna þess að ef að það þannig að þó þú skrifir upp á það og sért verktaki, það voru ekki alveg víst að þú sért það samkvæmt lögum. Og við höfum dóma í Hæstarétti fyrir því að Hæstiréttur hefur bara sagt, það getur vel verið að þú viljið kalla þig verktaka, en þú ert ekki verktaki í skilningi laga og þar alveg ætlum við að líta á þessum launamann bara. Og þetta var það sem við ákváðum að gera með þennan hóp og þeir höfðu öll einkenni þess að vera launamenn en ekki verktakar. Við byrjuðum á því að kvarta til Vinnumálastofnunar. Áður heldur að fara í það að gera kröfu kjarasamning og sögðum, hér erlent fyrirtæki sem staðsetur sig á Íslandi, með áhafnir í vinnu hjá sér, neitar að hlýða íslenskum lögum, hvað ætlaði að gera? Vinnumálastofnun tók sér rúmlega ár í það að væflast fram og tilbaka með málið, afsakið orðbragðið, komu síðan að þeirri niðurstöðu fyrst. Að flugið kæmi bara einfaldlega ekki Vinnumálastofnun við, heldur heyrði undir aðrar stofnanir ríkisins, undir Samgöngustofu eða Flugmálastofnun eða eitthvað annað, þetta bara kæmi Vinnumálastofnun ekkert við. Það tók okkur nokkra mánuði í lögfræðilegri deilu við Vinnumálastofnun til að fá það til að átta sig á því að þeim kæmi það víst við. Og þeir breyttu afstöðu og sögðu, all right, flugið kemur okkur við. En þá kom næsta skref hjá þeim. Þeir skrifuðu kurteislegt bréf til starfsmannaleiga út í heimi sem höfðu leigt hingað inn áhafnir og spurðu þá, þetta launafólk, þetta verktakar, getið þið látið okkur hafa ráðningarsamningana hjá þeim? Og þeir sögðu, ykkur kemur þetta bara ekkert við. Þetta eru okkar prívat samningar við þetta fólk og við sendum ykkur engin gögn.
Primera sjálft fyrirtækið sendi þeim líka bréf og rökstuddi það í löngu máli að þetta var allt saman verktakar. Og við þessar aðstæður þá bara lagði Vinnumálastofnun upp laupana og vildi ekki gera neitt. Og þá ákvað Flugfreyjufélagið með stuðningi Alþýðusambandsins, sem gert samkomulag á milli Flugfreyjufélagsins og Alþýðusambandsins þess efnis, að við myndum reka máli fyrir þau gegn þessu flugfélagi, en þær myndu veita okkur alla þá aðstoð og öll þau gögn sem að til þyrfti. Þannig við færum í spíssin á málinu. Og þessu var hrint af stað og það var gerð krafa til að byrja með kjarasamning við þetta fyrirtæki. Þeir neituðu að sjálfsögðu öllum viðræðum. Þá var deilunni bara eðlilega vísað til ríkissáttasemjara, en það var ákveðið okkur á vegg. Ríkissáttasemjari fór í sama lögfræðileikin og Vinnumálastofnun og endaði á því að segja, já það er svo mikill vafi í þessu, þetta fyrirtæki er með lögheimili í Lettlandi, það er svo mikill vafi á því hvort að ríkissáttasemjari má gera eitthvað í málinu, þannig að við ætlum ekki að gera neitt. Þannig að ríkissáttasemjari tók ekki málið fyrir, neitaði að taka deiluna fyrir. Við sögðum, já, ríkissáttasemjari hefur rangt fyrir sér. Við lítum svo á að við höfum reynt að ná kjarasamningi með aðstoð ríkissáttasemjara en það ekki tekist og þessar tilraunir okkar væru því árangurslausar. Við svo búið, þá var efnt til allsherjaratkvæðagreiðslu í Flugfreyjufélagi Íslands boðun vinnustöðvunar hjá Primera. Þetta geti ímyndað ykkur það ef við erum með flugvél suður í Keflavík sem er með áhöfn, sem við náum mjög takmörkuðu sambandi við því að þær fljóta hér inn í mjög stuttan tíma hverju sinni. Jafnvel er þetta fólk sem er skíthrætt við þessa meintu vinnuveitundur sína vegna þess að þetta var fólk yfirleitt sem kom frá Rúmeníu, Grikklandi, Lettlandi, þar sem að kaupgjald er allt annað og miklu minna heldur en hér. Það var ekki alveg tilbúið til þess að taka þátt í þessum aðgerðum með okkur einum að takmörkuðu leyti. Þannig að auðvitað voru við í erfiðleikum með að framkvæma verkfallið, það lá alveg ljóst fyrir. En þá auðvitað kom sá stuðningur sem okkur skipti mestu máli og hann kom sunnan við Keflavík frá Verkalýðs- og sjómannafélagi Keflavíkur og hann kom frá Verkalýðs- og sjómannafélaginu í Sandgerði. Þetta eru hóparnir sem stjórna afgreiðslu á töskum og farþegum og öllu því sem að til þarf til þess að afgreiða flugvélar suður í Keflavík. Og þessi verkalýðsfélög lýstu því yfir að ef að Flugfreyjufélaginu tækist að koma á löglegri kjaradeilu og verkfalli á Primera, jafnvel þó okkur tækist ekki að framfylgja því algjörlega sjálf með áhafnunum, þá myndu þessi verkalýðsfélög á Suðurnesjum veita okkur stuðning til að koma í veg fyrir það að töskur og annað slíkt væri afgreitt fyrir þessar vélar, þannig að við gætum í rauninni framkvæmt verkfalli suður í Keflavík. Þannig að þessu var hreint svona af stað, hann fór í allsherjaratkvæðagreiðslu því eins og þið viti getur stéttarfélög valið það hvernig þau fara í svona mál. Við hefðum getað tekið ákvörðun vinnustöðum bara með atkvæðum þessara flugfreyja sem voru að vinna hjá Primera, en við höfum líka í lögunum heimild til þess að taka ákvörðun með atkvæðum allra félagsmanna í verkalýðsfélagi og við ákváðum þá leið, þannig að þetta var allsherjaratkvæðagreiðsla allra félagsmanna í Flugfreyjufélagi Íslands. Og þetta var auðvitað samþykkt og þá var deilan komin sem sagt á stað og verkfallinu var bara lýst yfir. En skömmu áður heldur en átti að hefjast. Þá ákvað Primera loksins að láta heyra í sér og þeir ákváðu að fara með málið fyrir Félagsdóm. Og það gerðu þeir og við frestuðum verkfallinu á meðan. Þeir fóru í mál. Það fór svo að lokum því miður í Félagsdómi að Félagsdómur sagði, já, þetta kann að vel vera að þetta sé flókið mál, kann vel vera að þetta sé einhver rök fyrir sér að það getur verið einhvern erlent flugfélagi eða fyrirtæki sem á í hlut, en það skiptir ekki öllu máli. Það sem skiptir öllu máli, sagði Félagsdómur, að ríkissáttasemjara bar skylda til þess að taka máli fyrir. Úr því að ríkissáttasemjari tók ekki máli fyrir, dæmdi Félagsdómur verkfallsaðgerðina ólögmæta. Þannig að verkfallið féll þá niður á sjálfu sér. Þegar maður les dóminn þá nokkuð augljóst að Félagsdómur á þeirri skoðun að okkur var heimilt að gera það sem við vorum að gera. Það var bara að segja, deilan fór ekki til ríkissáttasemjara, þið þurfið að endurskoða, komið bara aftur. Og það leiði ekki á löngu, við ákváðum bara einfaldlega að fara af stað aftur.
Þannig að aftur var sett af stað kjaradeila við Primera, aftur fengu þeir bréf með kröfum um kjarasamning, aftur var deilunni vísað til ríkissáttasemjara, aftur voru þær viðræður árangurslausar og nú hafði ríkissáttasemjari tekið málið fyrir og þá var farið í allsherjaratkvæðagreiðslu en rétt það bil sem að atkvæðagreiðslunni var nýlokið og hafði verið samþykkt með 99% greiddra atkvæða að fara í verkfall á Primera, þá tók það ágæta fyrirtæki ákvörðun það að verða gjaldþrota. Og þetta flugfélag skildi síðan eftir sig eina bíldruslu og einhverja pínulitlar eignir aðra en það var öðru leyti orðið gjaldþrota og þar með féll verkfallsaðgerðir sjálfa sig. Þannig að þetta er sagan Primera, en hvers vegna erum við að segja hana, þessa sögu? Við erum að segja hana svolítið til þess að brýna fyrir þeim sem að í hlut eiga, verkalýðsfélögum sem í hlut eiga, þegar við lendum í erfiðleikum við fyrirtæki sem að koma hér inn í landið, setja sig niður á Íslandi, eru með starfsmenn hér klárlega, eru ekki í samtökum atvinnulífsins, eru ekki sjálf beinir aðilar að kjarasamningum við okkur og við lendum í deilum við þau kaup og kjör starfsmanna, þá höfum við fleiri úrræði heldur en það að fara bara í mál fyrir hinum almennu dómstólum eins og oft þegar við bara finnum þá vanskilakröfurnar frá félagsmönnunum og förum svo í mál. Við höfum miklu meiri tækifæri og sterkasta vopnið í þessu það að við eigum, þó að það sé friðarskylda við samtök atvinnulífsins og alla þá sem eru aðilar að kjarasamningum með okkur og jafnvel þó að lögin í landinu segi það að kjarasamningarnir sem eru gerðir í landinu séu lágmarkskjör fyrir alla, jafnvel þó atvinnurekandi sé ekki í samtökum atvinnulífsins, þá þýðir það ekki það að friðarskyldan sé í gildi gagnvart þeim atvinnurekanda. Okkur sem sagt heimilt að gera kröfu kjarasamning á hendur einstökum atvinnurekendum sem ekki í samtökum atvinnulífsins og ekki bundnir beint í kjarasamningum við okkur. Við getum farið í kjaradeilu við þá á friðarskyldu tímabili sem við erum í við SA. Það allt í lagi. Og þetta öflugasta verkfæri sem við höfum til þess að knýja fyrirtæki sem ekki fara eftir réttum reglum til þess að koma sínum hlutum í lag. Þetta oft geta verið stór verktakafyrirtæki og það merkilega að þó að samtök atvinnulífsins séu mjög fjölmenn, þá taka þau líklega skilst mér að séu 75% allra starfsmanna eða alls launafólks í vinnu hjá fyrirtækjum sem í SA, en engu að síður ekki nema held ég einhvers staðar í kringum 35–40% af fyrirtækjum sem í landinu sem alls ekki í SA eða í neinum samtökum og ekki bundin af neinum kjarasamningum. Þannig við höfum mikil tækifæri í viðureign við slík fyrirtæki. Við höfum fulla rétt á að gera kröfu kjarasamning við þau, við höfum fulla rétt á því að fara í verkfallsaðgerðir á þau og loka rekstri. Og þetta eru vinnubrögð sem að systursamtök okkar í Danmörku raunar undir svolítið öðruvísi reglum heldur við erum hér, en engu að síður þetta þeirra vopn gegn fyrirtækjum sem að setja sig niður og virða ekki kjarasamninga, hvort þau eru innlend eða erlend. Og þetta hefur verið mjög öflugt vopn til þess að beita gagnvart til dæmis veitingahúsum í Kaupmannahöfn. Því að það eins í Kaupmannahöfn eins og í Reykjavík að afskaplega mörg veitingahús eru hreinlega bara ekkert aðilar að samtökum atvinnulífsins og þá fer danska alþýðusambandið í spísinn fyrir einstök verkalýðsfélög og það farið í það að setja verkföll á þessi fyrirtæki og jafnvel þó þú getur ekki lokað beinlínis rekstrinum með því að starfsmenninni leggja niður vinnu, að þá farið í sambúðaraðgerðir þannig að þessir veitingastaðir fá ekki afhent kjöt, fá ekki afhentan bjór, fá ekki flutningabílarnir neita að keyra vörurnar til þeirra og svo framvegis og svo framvegis. Þannig náum við tökum á því. Við höfum ekki notað þetta vopn hér á Íslandi mjög mikið og í rauninni var Primera deilan ein af þessum málum þar sem við ákváðum að láta bara hreinlega reyna á þetta. Prófa aðferðafræðina, tók okkur langan tíma, kostaði okkur mikla fyrirhöfn, en við lærðum afskaplega mikið af því. Og þetta vopn sem við þurfum að beita talsvert miklu meira. Og til þess að auðvelda það, þá höfum við í rauninni tekið saman og höfum tekið saman nauðsynleg eyðublöð hérna inn á Alþýðusambandi það hvernig eigi að bera sig að. Bæði leiðbeiningar það, hvernig við setjum slíkar kröfur fram og síðan drög að samningi sem að
að hægt að fá viðkomandi fyrirtæki til að skrifa undir og hann mjög einfaldur. Hann bara þess efnis fyrir utan sér ákvæði ef að þau eru nauðsynleg gagnvart þessum atvinnurekanda að þá hann bara að vísa í þann almenna kjarasamning sem að gildir störfin og þannig erum við að knýja þá til þess að hlíta þeim reglum sem að þeir eiga að fara eftir. Þannig þetta snerist prímæra deilan, því miður getum við sagt, eða kannski sem betur fer, að fóru þeir á hausinn og fóru úr landi, en við erum samt búin að safna reynslu til þess að taka á samskonar fyrirtæki ef það hyggst taka sig upp í sama rekstri hér aftur í fluginu og höfum lært mikla eða náð mikilli reynslu í því hvernig við eigum við þessi fyrirtæki sem eru utan SAS og í framhaldinu þó í smarra mæli sé.